Athafnakonan Guðbjörg Matthíasdóttir, sem var einn 20 stærstu hluthafa Glitnis, seldi lungann úr hlut sínum í Glitni í lok síðustu viku, rétt áður en bankinn var þjóðnýttur. Lóa Pind Andrésdóttir. Guðbjörg Matthíasdóttir ekki að Sigurðar Einarssonar ríka sem var eigandi Ísfélags Vestmannaeyja. Guðbjörg seldi megnið af eign sinni í Glitni fimmtudaginn 25. eða föstudaginn 27. september en bankinn var þjóðnýttur áður en markaðir opnuðu á mánudegi. Hún var svo eina af 20 stærstu hluthöfum bankan sem seldi hlut sinn í vikunni fyrir þjóðnýtingu. Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, sem hefur verið helsti ráðgjafi Guðbjörgar í viðskiptum á undanförnum árum, sagði í samtali við Vísi í dag að tímasetningin væri hrein tilviljun. Glitnir hafi keypt 39% hlut Guðbjargar og nokkur annara í tryggingamiðstöðin í september í fyrra og greitt fyrir meðal annars með hlut í Glitni. Þar með fékk Guðbjörg 1,71% hlut í bankanum á genginu 28,45 sem var þá jafnvirði 7,2 milljarða króna. Gerður var söluréttarsamningur hlutin sem gildir í 1 ár sem þýðir að bankinn skuldbindur sig til að kaupa hlutin aftur eftir 12 mánuði óski hluthafinn þess. Gunnlaugur Sævar segir að sölurétturinn hafi verið virkur í 2 daga þegar Guðbjörg nýtti sér hann á 5. eða föstudag í síðustu viku. Hann vildi þó ekki gefa upp á hvaða gengi Guðbjörg seldi hlutin. Hafi það verið á sama gengi og hún fékk hlutin á 28,45, þá það 7 sinnum hærra gengi en var á bankanum nú fyrir helgi. Gunnlaugur Sævar náinn vinur Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra og var til að mynda veislustjóri í 50-afmæli hans. Sonur Guðbjargar, Einar Sigurðsson, vinnur í Glitni.